við erum heldur betur spennt hjá bílablogginu þegar okkur bauðst að taka alveg splunkunýjan Subaru Outback árgerð 2021. Flottur bíl. Nú Subaru, hann hefur lengi verið við lýði og hefur verið ákaflega vinsæll bíl í gegnum tíðina. Þessi bíl er sambland af hefðbundnum, þessum gamla góða, og öllu því nýja sem í bílum í dag. Hér ofan í erum við með 2,5 lítra 4 strokka bensínvél sem gefur 182 hestafl. Þetta boxervél, hún liggur þvert í bílnum og það hefur í sérkenni Subaru alla tíð. Torki í þessari vél 230 Nm. Hann bogar ákaflega vel en hann ekkert kraftmikill í upptakinu. En það kemur ekki að sök því að sviðið mjög breitt, snúningssviðið. Hann vantar aldrei kraft ef maður gefur honum inn. En þetta engin kraftmikill samt sem áður. Þetta Subaru Outback. Það fer ekkert milli mála. Það þessir plastkantar hringinn. Það meira stendur Outback hana og hann svona rammaður inn í þetta plast sem gera hann svolítið vígalegan. Það pínur svona groddi en hann samt flottur. Svo hann með þessu plasti ofan á líka. Þetta svolítið svona óbyggðar feelingur, svona Ástralíu óbyggðar feelingur. En það bíllinn lang eftirsóttastur í Ástralíu. Og það síðan þverbúar sem gera miklu meiri möguleika til þess að þú getur sett alls konar dót þarna ofan á, hjólagrindur eða tengdamömmubox eða jafnvel tjald, eða ég veit það ekki. Þessi bíl, samkeppnin, ef við skoðum hann aðeins, þá erum við að tala til dæmis Volvo VF60 Cross Country og jafnvel VF90. Það Audi Allroad sem sagður keppa við svona Benz E-típan, en það eru kannski ekki bílar sem að fara jafn mikið og þessi getur farið. Ég ekkert að fullyrða, en grófleikinn og hæðin á þessu bíl, það 213 mm undir lægsta punkt sem að gerir ansi mikið. Alright! Við erum aftur í Subaru Outback 2021, frábært fótarými hérna. Það alveg yfirdrifið nóg. Sætin djúp, þau afskaplega vel bólstruð. Það nappa leður á sætunum. Það þetta að færa sætið hérna þannig að það leggst hérna niður og miklu þægilegra á lengri ferðum. Þegar sætin síðan lögð niður hérna, þá fer öryggisbeltið ekki með. Það fast hérna, það ekki fyrir manni. Eins og svo oft þegar maður fellir niður sætin. Isofix hérna, USB fyrir krakkalingana, iPadana eða snjallsímana, og svo þetta hitta aftursætin líka eins og framsætin. Meiri áttar. Þá erum við sest undir stýri á þessum glæsilega Subaru Outback. Það smá geta að þessi bíl keyrður aðeins 120 km. Hann var bara að lenda í gær hjá BL. Við vorum svo heppin hjá bílablogginu að fá að vera með hennan bíl núna yfir helgina. Það ekki einu sem búið að frumsýna bílinn. Það skemmst frá því að segja að þetta bara gamli góði feelingurinn að keyra Subaru. Hann bæði mjúkur og grófur, ef svo má orðið komast. Liggur afskaplega vel í þessi bíl. Það fer rosalega vel hann hérna fram í sætunum og þau halda vel við. Þetta premium típan sem við erum að prófa hérna. Þetta það nýtt að það ekki komið verð á hann bíl ennþá. Við erum hérna á Suðurnesjunum að taka smá snúninga á honum. Það náttúrulega boxervél í þessum bíl og hún 2,5 lítra, 182 hestafla, 4 sílindra vél. Boxervél sem liggur þá þvert og svolítið neðarlega í bílnum, sem gerir þennan Subaru ekkert öðruvísi en alla hina Subaruana. Hann liggur rosalega vel. Þyngdarpunkturinn mjög neðarlega í bílnum og þess vegna maður finnur fyrir því að bíllinn alveg svo klettur á veginum. Gírkassin á þessum bíl CVT, það CVT skipting sem stíglaus skipting og hefur verið í bílunum síðan 1996 minnir mig. Þá byrjaði Subaru með þetta. Þeir byrjuðu reyndar að þróa þessa skiptingu í kringum 1972, en 1996 allir Subaru konni með þessa skiptingu. Þeir hafa endurbætt hana mjög mikið. Nú ef maður gefur honum aðeins inn, þá myndi maður líklegast ekki vinna, eitthvað á kvartmílunni, en
ég get alveg fullyrt að aflið nægt í þessum bíl þó að hann sé frekar svona kannski lengi upp en snúningsviðið mikið og hann virðist ekkert vanta afl þegar maður að komin á ferðina en að sjálfsögðu þá er þetta kannski ekkert svakalega stór vél 4 cylindra 182 hestafla með torki upp á 231 newtonmeter þannig að ég meina þetta er ekki stór vél en algjörlega að mínu mati nóg fyrir þennan bíl. Fyrir hvern svona bíl? Það mjög dyggur kaupendahópur af Subaru og ég verð að segja svo að þeir verða ekki sviknir af þessum nýja bíl. Og það eru alls konar nýjungar í þessum bíl eins og eru í öllum nýjum bílum í dag eða þessar nýjustu tækni framfarir. Þær eru alveg í þessum bíl eins og öllum öðrum. Og þá erum við að tala eins og akreina stýringu, það í þessu blindtornaviðvörun, það skynvættur hraðastillir og allt þetta sem að menn vilja sjá í bílum dagsins í dag en ég prófaði að keyra hann aðeins í krúsinu og nota þennan skynvætta hraðastillir og kom ágætlega út nema það að ég myndi ekki vilja hafa hann í þessari akreina stýringu því að hann alltaf að segja mér að stay alert, haltum stýrið og svona pínlítið að skipta sér af akstrinum en það partur af öryggiskerfi Subaru sem mjög öflugt og þessi bíll að fá alveg gríðarlega góða dóma fyrir öryggi. Hann með 8 loftbúðum, það eru gardínuloftbúðar, það loftbúðar hérna frammi og fyrir alla farþega og í þessum premium bíl eru 12 hátalarar og Harman Kardon græjur. Það væsi sko ekkert hann að spila upp alls músíkina sína hérna. Nú, mælaborðið svona hefðbundið, það eru analóg mælar hérna með svona smá digital ívæfi hérna í miðjunni með öllu stöffinu. Þetta ekki flókið þó að virðist verða kannski við fyrstu sýn og svo hérna 11,6 tómu bjald tölvuskjár hérna í miðjunni og maður fiktar svolítið í honum að þá eru allskyns upplýsingar hérna. Þetta mjög vel sett upp. Þið sjáu hérna að þetta svona flokkað bara eins og vefsíðu og síðan þetta að skrá mann sem ökumann þannig að bíllinn þekki mig, hann alltaf þekkir á mér andlitið þannig með þessu eyesight systemi sem að Subaru var með. Það virkar þannig að þegar ég sest inn í bílinn að þá stillir hann sjálfur sætin fyrir mig í þá stöðu að hann þekkir mig og undarleit með yfir þá bíllinn með myndavél sem að nemur andlitið á mér og stilli þá í þá stöðu sætin sem að ég vil hafa það. Og það hitt í framrúðu, það hérna rafmagnshandbremsa, það hægt að setja myndavél hérna á þannig að maður horfi fram fyrir bílinn og á hliðarnar á henni. Það eru myndavélar hérna sikkur megin í speglunum, allavega hérna megin. Og síðan hægt að hafa víðara sjónarhorn af frammyndavélinni. Ég var að segja svo að tæknistigið í þessum bíl afar hátt. Hæðin undir lægsta punkta á þessum bíl 213 mm. Við erum að tala skottpláss upp á 560 lítra og svo þetta fella niður sætin og þá fer þetta upp í tæpa 1300 lítra. Þannig að það alveg huge pláss í þessu. Nú það hitt í stýrinu. Hérna megin allt sem sagt varðandi cruise-kontrollið og hérna getur maður stilt sem sagt fjarlægðina á milli bílana. Hérna akreina-stýringin, þetta kannski full mikið að tökum svona en þú veist, leið maður búinn að læra á þetta og keyra bílinn svona einu sinni tvisa þá þetta komið. Hérna síðan infotakki sem þetta sem sagt það hægt að kalla á upplýsingar hérna í mælaborðinu eyðslutölur og svo framvegis og hérna síðan útvarpið og hljómflutningstækin og svo hægt að svara í símann. Og það eitt í þessu sem að kom okkur pínu á óvart og ég verð að segja eins og að mér fannst óþægilegt en það stefnuljósa armurinn. Ég ætla bara að beygja hérna næst og sýna ykkur hvernig það virkar. Beygjum hér og svo slær
sem sagt stefnuljósið af sjálft svona. En ef þú ætlar að skipta akrein, þá ferðu hérna niður og þú ert að slá því upp tilbaka, en passa að slá ekki of langt því að þá ferðu í hina áttina með það. Þetta eitthvað sem það þarf að venjast. Þetta ekki svona eins og hefðbundnu bíl. Pirrar mann svolítið fyrst, eða pirraði mig ekkert. Ég var bara svolítið svona, já, hvað maður að segja? Eins og ég væri með hatt á hausnum hérna og gamall kall. Það ég ekki við það. Það sem sagt ef þú gefur stefnuljós, þá þarftu að slá því upp á móti. Þannig að það pínu öðruvísi, en skiptir ekki nokkru máli.